Vilhjálmur Þorsteinsson, gjör svo vel. Formaður og góður ráðsfulltrúar, mér langaði að ræða hérna tvennt. Það annars vegar þessa tillögu að forseti Íslands skipi dómara og hins vegar þetta með ráðherra ábyrgðina og stjórnarskrár samræmi. Nú varðandi skipun dómara að þá þetta mál sem hefur verið nokkuð, umrætt og jafnvel umdeilt í ráðinu. Þarna í raun og veru, skýr tillaga að bæta við völd forseta Íslands, valdi sem hann hefur ekki haft hingað til, því að þó að það hefði staðið í stjórnarskránni forseti Íslands skipi dómara hingað til, þá það auðvitað alltaf að tillögu ráðherra, nei það reyndar stendur ekki í stjórnarskránni, en þetta alltaf tillögu ráðherra í dag og forseti Íslands hefur engan sjálfstæðan rétt í því efni í dag að skipa dómara. Nú það eru rök með þessu og móti. Fyrst kannski að nefna að sögulegu rökin sem menn að nefna, sem eru vissulega rétt að í gegnum áratugina hefur nú ekki allt verið til fyrirmyndar í þessum efnum á Íslandi og ekki verið nógu gott hvernig framkvæmdavaldið hefur getað að verulegu leyti að raun og vera að geðþótta skipa dómara og það ekki gott samkrull valdþátta. Hins vegar verða menn líka að hafa það í huga að það var nú þráttur allt tekið á þessu með nýlegum lögum. Það voru sett nýlögum dómstóla 98 og þeim var svo breytt 2010 og þá einmitt í þessu efni. Það að segja að þá getur ráðherra einungis skipað dómara að tillögu sérstakrar hæfnisnefndar sem skipuð eftir tilnefningum úr ýmsum áttum og velji ráðherra ekki einn af þeim sem að sú hæfnisnefnd telur hæfastan að þá verður það að berast undir Alþingi. Reyndar má svo segja að það kannski ekki veruleg vörn í því að það bara einfaldur meirihluti Alþingi sem þarf þá að samþykkja slíka skipun en að sjálfsögðu situr ráðherrann í raun og veru í skjóli þess sama meirihluta en engu að síður að það ekki komin með örstutt reynsla á þetta nýja og miklu betra fyrirkomulag heldur en það sem áður var. Þannig að það allavega svona erfitt að dæma þetta af sögunni einni saman því að hún hefur forsendur hafa nýlega breyst. Það eru önnur rök þarna varðandi þetta svolítið erfitt mál að sumu leyti praktískt. Það sem þá að ræða að forseti Íslands skipar hæstaréttardómara, það það sem auðvitað flestir eru að meina þarna en hann skipar þó líka héraðsdómara sem að ef ég man rétt eru 38. En síðan eru einnig í dómstólalögunum margvísleg önnur aðkoma ráðherra í dag að þessu dómaraskipanamáli. Það til dæmis, það þarf stundum að skipa dómara tímabundið og það þarf að veita dómurum leyfi og það svona ýmis konar svona stjórnsýsla í kringum dómstólana og síðan náttúrulega starfandi fyrirbæri sem heitir dómstólaráð og sér hinn eiginlega rekstur dómstólana og þar tilnefnir einnig ráðherra í þetta dómstólaráð. Þannig að ég myndi vilja leggja áherslu á það að það væri útfært þá líka í greinargerð hvað menn meina nákvæmlega með þessu ákvæði að forseti Íslands geri af þessu öllu saman og af þessari stjórnsýslu og hvað ekki. Og hvernig skiptingin eigi þá að vera milli forseta og ráðherra því ég held að það sé nú allir sammála því að það sé ekki ætlunin þarna að fara að fela forseta einhverja verulega stjórnsýslu eða utanumhald einhver svona praktísk mál. Það eigi að vera áfram á hendi ráðherra sem myndi þó í dag vera innanríkisráðherra. Þannig ég svona bendi á þetta. Eins vegar á móti kemur við vitaskuld að það má segja svona að geta verið lýðræðisleg rök fyrir því að þarna aðili sem að stendur fyrir utan hefðbundna löggjafar-vald og framkvæmdavald sjá að skipa dómara. Það má alveg sjá það fyrir sér og að mínu viti þá eflaust hægt að komast þarna að einhvers konar málamiðlun sem að tryggir það að það þá eitthvað kerfi í kringum þetta sem að tryggir að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði eins og sagt hér í tillögu nefndar sé og það sé svo endanum forseti Íslands sem að skipi dómarana. En hann ber þá auðvitað ábyrgð á því og eins og Eiríkur Bergmann hefur bent á þá þarf að vera hægt að koma fram, tengja ábyrgð við vald að þessu leyti. Maður þurfa að hafa opin augun gagnvart því að það auðvitað gæti gerst að forseti færi illa með að misbeitti þessu skipanavaldi sínu og þá þarf að vera hægt að taka á því með einhverjum hætti. Þannig að sem sagt til að summera þetta upp, þetta í
mér finnst þetta ekki augljóslega til bóta en það geta verið rök fyrir því og ég held að það sé hægt að finna samt einhverja málamiðlun sem að leysir þetta með farsælum hætti. Síðan kemur í greininum stjórnarskrár samræmi og þar langar mig aðeins að tala tvennt að bæði Þorvaldur og Kata hafa lýst áhyggjum af því að það sé verið að taka út eða kippa út orðinu ráðherraábyrgð þarna og Kata orðaði það svo að það hefði farið þarna milli, ég man ekki hvort hún sagði stafs og báru eða skers og hurðar en allavega þá held ég að menn þurfa ekki að ágjöra þessu. Það sérstakt ákvæði í ráðherra og ríkisstjórnarkafla frá nefnd B sem heitir ráðherraábyrgð og þar ítarlega fjallað það hvernig með ráðherraábyrgð skuli fara. Það eftirlits- og stjórnskipunarnefnd þingsins sem getur hafið könnun á athöfnum eða athafnaleysi ráðherra og henni skylt að hefja slíka könnun að tillögu þriðjungs þingmanna, þannig að minni hluta þingmanna falinn sá réttur að geta hafið könnun á störfum framkvæmdarvaldsins að þessu leyti og það skipað þá sérstakur saksóknari og hann fer í málið og hann rannsakar það og hann metur hvort að tilefni sé til að ákæra og fara með það alla leið og þá stendur núna í okkar ákvæði að það mál fari fyrir Hæstarétt og það stendur ekkert meir það og við höfum þá hugsað okkur að það væri raun og veru á valdi nefndar sé að ákveða hvort að sá Hæstaréttur þyrfti að vera einhvern veginn útvíkkaður eða eitthvað slíkt. En þá minnst ef að þetta stendur bara svona sem að mínum þetta bara gott, þá það bara venjulegur Hæstaréttur sem að sker úr ráðherraábyrgð og það þarf ekkert að bæta því þá sérstaklega við í þessari grein nema menn vilja að það sé einhvers konar útvíkkaður Hæstaréttur sem að fjalli ráðherraábyrgð sem getur verið sjónarmið út af fyrir sig en þá fá menn á móti þessar spurningar hvort að rétturinn sé pólitískur og hvort það sé eðlilegt að meirihluti Hæstaréttar sem fjallar ráðherraábyrgð sé skipaður til dæmis þingmönnum. Og það geta verið rök með á móti því en fyrir mína parta ég ágætlega sáttur við það sé bara hefðbundinn venjulegur Hæstaréttur sem að fjalli það. Reyndar má kannski segja að hinn valkosturinn í því efni væri að þetta færi til tveggja dómstiga, þar sem fyrst til héraðsdóms og svo til Hæstaréttar en það hefur verið talið standast í því fordæmi sem menn vísa oft til sem danska Tamílamálið að þetta sé úrskurðað á einu dómstigi innanlands. Svo vildi ég bara rétt í lokin segja benda mönnum á það að í þessari grein stjórnarskrársamræmi þá eru þarna 3 möguleikar á því að þingnefnd, þriðjungur þingmanna eða forseti Íslands að spyrja Hæstarétt lögspurningar hvort að lög standist stjórnarskrá. Þetta þá til viðbótar þeim ákvæðum sem við erum með núna inn í greinum staðfestingu laga þar sem að þriðjungur þingmanna forseti Íslands eða síðan íslenska þjóðin samkvæmt öðrum tillögum nefndar sé getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu mál. Þannig að svona samtals erum við má segja komin hérna með 6 mismunandi möguleika á því að taka lög frá Alþingi og annaðhvort vísa þeim til þjóðaratkvæðis eða að bera þau undir Hæstarétt. Og ég fyrir mína parta tel að þetta sé orðið nokkuð vel í lagt og það megi alveg skoða hvort það sé þörf á öllum þessum 6 möguleikum eða hvort þeir mættu ekki ósekju vera eitthvað færri. Takk fyrir.